Góðan daginn. Velkomin í þetta vídeoblogg númer 2 hjá mér. Ég heiti Helga og bý á Akranes og þaðan og eins og ég sagði í fyrsta þætti handavinnuóð og þá sérstaklega prjóna. Það vika síðan að ég prófaði þetta fyrirbæri og mér fannst það bara mjög skemmtilegt og stefnaði að halda áfram. Nú það má alltaf gera betur. Lýsingin til dæmis í fyrsta þættinum var alveg hryllileg og pínu stress, þannig að ég gleymdi að nefna nokkra hluti sem að ég ætla að byrja á að nefna, og það í sambandi við þýðingar. Þessar þýðingar sem ég hef gert fyrir The Knitting Expat hef ég gert með 2 vinkonum úr vinkonum Indriða, og ég ætla alls ekki að eigna mér heiðruna þessi eina, því að þetta ekki auðvelt að bara segja þessu, og það þarf alltaf einhver einn að prjóna upp uppskriftina eftir íslensku þýðingunni og annar að lesa yfir og reyna að vanda málfarið. Já, þannig að ég var ekki ein í því, og síðan blasti við allan tíman í fyrsta þættinum sjal sem að ég hafi klárað úr leyniprjónssali, leyniprjónsklúbb, og ég var búin með það, en leyniprjóni í raun ekki formlega lokið, þannig að það var búið að óska eftir því að fólk var ekki sína, en það blasti við allan tíman fyrir aftan mig, þannig að ég vona bara, ég hafi ekki eðilagt fyrir neinum, en það var svo sem, ég veit að þeir sem að horfðu á þáttinn síðast vissu alveg hvernig það leit út, og það að fara að detta í opinberun, að það sé svona ekki verið að halda þessu leyndu. Og í dag ætla ég að prófa að taka þáttinn upp á símann minn, sjá allavega það sem ég sé, þá birtan betri, og þó að sé svona svolítið skrýtnara að vinna með það, og þá hef ég líka töluna lausa í að fara inn á Ravelry og leita upplýsingum það sem ég ætla að sýna ykkur. Nú, og ég ætla að fara yfir kláruverkefni og verkvinnslu, nýtt garn og svona, og síðan að sýna ykkur eitthvað á sjölunum mínum, og ég tók líka upp svona litla stutta klippu um þau sjöl sem ég fer ekkert eitthvað sérstaklega í núna, og þegar ég var að fara yfir það hvað á að vera til hérna heima, þá vantar eitt sjal og ég hef eiginlega ekki glóru hvað það þannig að ég hugsanlega að fyrir að leita að því í dag þegar ég er búin í vinnunni. Já, og það kannski hvar ég er á annar staðar en hér á netinu, það á Instagram, ég er virk þar, og notendarnafnum mitt þar Helga A71, og Ravelry ég Helga AR, og síðan ég með verkefnatöskur Helgu á Facebook, og bara endilega kíkið á þetta. Ég kíki hérna svolítið niður, ég skrifaði niður nokkra punkta svona til þess að reyna að halda skipulaginu og passa að þetta verði ekki eitthvað rosa langt, því eins og ég sagði í fyrsta þættinum að þá ætla ég helst ekki að vera að leggja mikla vinnu í að klippa mikið og þess áttar, en ég ætla samt að fikta eins við það með þessum þætti og sjá hvernig það gengur, og ef ég þarf þess ekkert nauðsynlega þá læti ég þetta bara rúlla svona inn á alheimsnetið. Kláruð verk, byrja bara á því, og fíllinn í rúminu, það lopapeysan Sunset Highway, og það sem gerir hann svona ólíka öðrum hefðbundnum íslenskum, það finnst mér vera þessi bekkur hér, og þetta langa stroff, og að þetta hugsað sem innipeysa, þá hún frekar flegin í hálsmáli, en ég hafði hugsað mér að nota þessi meira úti, þannig að ég hugsanlega að fara að bæta bara við hérna og ekki hafa þetta svona
gapandi. En hún annars bara rosa hlý og stór og góð og gott að vera í henni. Ég notaði einfaldan plötulopa og Kid Silk Mohair frá Drops. Það opna bröst alpakka silk. Og ég reyndar viktaði ekkert lopan í þetta en ég skráði hjá mig hvað ég notaði mikið af alpakkanu og ég notaði 125 grömm af hvíta og það eru 765 jardar. Ég gleymdi að setja þannig að þetta myndi umreiknast í metra og þá notaði ég jafn mikið í lengd af plötulopanum í þetta. Og gráa notaði ég 59 grömm, 10 grömm af þessum ljósbleika og 27 grömm, nei, hvernig var þetta? Ég notaði 10 grömm af þessum dökkbleika, já, og þessi ljósbleiki er 27 grömm. Og þetta var bara mjög fín og þægileg uppskrift sem ykkur þetta reyndar ekki í lit, en þetta er sem sagt peysan og já, ég mæli með henni og eins og ég sagði í fyrsta þættinum að þá ætla ég að gera aðra svona innipeysu og þá verður þetta með hálfsmáni minna mál og það er mjög gott að vera í henni hérna. Það er búið mjög rigna hérna Akranesi í alla nótt og svona hráslagalegt og ég er nývöknuð og það fín langa að gera þetta áður en ég færi vinnuna í dag. Þannig að þið fáum mig bara beint úr bólinu með kaffi og freytri mjólk. Nú, svo kláraði ég líka í heimfarasettinu fyrir litla ömmubarni sem er væntanlegt í mars en kannski full snemma í því að gera þetta en ég er að pröfuprjóna fyrir hana dagbirtu hjá Hlína Design og þar sem að dóttur minni langaði í þetta sett frá henni að þá bara skellti ég mér í það og hér er húfan og þetta er úr Merino Extra Fine frá Drops. Ég nota það mikið í barnaflíkur, mjúkt og hlýtt og þægilegt og ótrúlega falleg prjóna áferð sem að kemur af því. Og svo eru hérna pínlitla buxur og maður er svo fljótur að gleyma, maður trúið ekki að eitthvað bara komist í þetta en það er víst raunin. Og díteilið eða smáatrið á þessu setti er þetta gataminstur og þessi þríhyrningur. Annars ég áttur að gera bandið sem að fer hérna í og það var í hópnum sem að ég er í þar sem að pröfuprjónararnir í Hlínu er að þá var eins að stakka upp á því að reima bara saman hliðinni svo að slaufan var ekki að detta yfir mynstrið. Og ég er alltaf að prófa það, sjá hvernig það kemur út, annars fyrir þetta bara á hinn hefðbundna stað og ég áttur að þú þetta en ég ætla bara að gera það þegar ég er búin að búa með peysuna og ég vil aðra húfu, ég sýni ykkur peysuna eftir hvar ég stödd í henni. Nú, annað kláraði ég ekki síðan síðast og prjónatíminn hefur minnkað aðeins að því ég er að leysa af niður í Gallerí Snotru. Og þá svona, já, detta út 3-4 tímar sem að annars væru helgaðir prjónunum að mestu leyti. Ekki alveg, ég er ekki alveg svona, sitt ekki alveg við, en mikið. Nú, þá er það bara verkið vinnslu og sjá hvort að þetta sé ekki, jú, þetta er það sem ég ætla að grípa næst og hérna er ég með einn af handavinnupókunum mínum sem að ég geymi prjónadót því og það er sem sagt peysa, allt í flækju hérna við settið og þetta er karrigult, þetta er svolítið, þetta er ekki alveg réttu litur, hann er meira svona, hann er hlýrri en það sem ég sé allavega á skjánu og þetta er líka Merino Extra Fine frá Drops og það er þessi smáatrið er á, hérna, upp á ermunum og hérna framan og aftan á peysunni
og neðst á ermunum, sem sagt áður en brugningin kemur, verða líka svona smáatriði og þetta er á prjóna, þetta er 4 mm prjónar sem ég að brúka þetta á og addi leysnálar og svo ég líka með 3,5 í brugninguna sem eru bara þessir venjulegu addi. Og ég ætla að sjá, ég ekki með mynd, sýn ykkur mynd af hlíf sem hún á að heita. Svona verður hún sem sagt og það er pínu lítill svona þríhyrningur sem á eftir bætast við þarna fyrir upp á smáatrið. Næst er það svo svona trefill eða ég veit ekki alveg hvað á að kalla þetta. Ég ætla að sjá hvort það er. Og já, þetta heitir sérst outline og er svona það sem ég kalla chevron munstur. Þetta verður svona, ég veit ekki hvort það sé hægt að kalla þetta sjal, en þetta, nei, trefilega sjal, ég veit ekki alveg hvort er. En þetta er bara svona mjög þægilegt innan fólkprjón, fer mikið með mér út. Og þetta garn fékk ég í ömmu mús þegar ég var að fara þar að undirbúa mig fyrir garngönguna sem ég komst ekki í eins og þið heyriðum í fyrsta þættinum. Og þegar ég var að tala við hana sem á ömmu mús og þá þá rak ég augun í þetta Lola garn sem er svona litaskipt. Það byrjar grænt, fer út í gult og það er út í svona ljósbleikt og endar í þessum bleika. Og þetta eru 4 þræðir sem eru ekki snúnir saman. Þannig að það þarf aðeins að vanda sig við að halda bandinu heilu þannig að maður sé ekki að fara að taka bara 2 þræði. Og þetta eru 375 metrar í 100 grömmum og kuvera 50% bómull og 50% akríl. Þannig að þetta er svona bara það sem ég er svona snuddast í og greinilegt að þegar ég var að prenta á þessari uppskrift sem ég sýni ykkur núna þá bleki verið að klárast og ekkert var ég að sjá þetta. Og þetta er enn önnur verkefnataskan sem ég gerði. Hún er lítil þessi, fín undir sokkapar eða svona lítið verkefni. Og nálin sem ég notaði í þetta verkefni, þetta eru nýjar nálar á markanum og ég pantaði þetta frá Ameríku. Þessa stærð, þess að 4 mm, 100 cm langa. Og svo pantaði ég líka aðra í 2,25, 80 cm. Og ég var tiltölulega nýbyrja að nota þá. Ég hefði til dæmis ekki getað nota þessar trénálar fyrir ári síðan. Ég hefði bara brotið þær. Ég prjónaði mun fastar þá. Aðeins fann að slaka á núna. Og það er rosalega gott að prjóna með þessu. Viðurinn er bæði, sko, hann er harður og heldur sig mjög vel, en er mjúku viðkomu, er hlýr. Og það rennur ótrúlega vel á honum. Það er sjálfsagt einhver húð sem að gera það að verkum að mér finnst að renna betur á honum heldur en öðrum tréprjónum sem ég prjóað. Ég nota mikið tjáku tréprjónuna og það er aðeins svona stífara og það er sjálf sér gott fyrir suma tegundra garna, það sé ekki alveg á flegi ferð. Gott að nota til dæmis í leys frá Drops, þessa trénálar. Nema hvað, þessa prjónastærð þannig að 2,25, það flísaðist úr prjónunum þegar ég var komin góða leiðin í sokkinn. Og ég fór að tjekka á netinu af því að ég rak augun í að það væri eilíðar ábyrgð á nálunum og fór inn á sölu, eða heildsöluna líka og sendi þar er bara svona form á netinu hjá þeim þar sem þú
lýsir hvað hafi gerst og þess áttar og ég sagði bara hvað hafi gerst og var svarað strax daginn eftir og á því maður sendir svona þetta form þar sem maður kemur heimilisfangum hans og allt og hvar maður keypti vöruna og svona, að þá var hún bara að láta mig vita það að það væri búið að senda af stað nýjar nálar til mín og og það er óskað eftir því að ef maður hefur tök á því að senda tilbaka þessa skemmdu svo að þau geti lært af því, þannig að mér varst bara alveg sjálfsagt að gera það, þetta er nýtt fyrirtæki og þessast nýja nálar og sjálfsagt alltaf að vera að reyna að betrumbæta og gera betur það sem má fara. En ég er sérst mjög ánægð, þetta er sagt að þetta sé úr rekavið og það má svo sem, eða sko það stendur hérna líki, driftwood, wooden needles, það er sjálf sér ekkert sko tekið fram að þetta sé rekaviður og það er eitthvað sem í podcast heiminum sem hefur haldið fram að þetta sé ekki rekaviður en ég gæti alveg trúa því að þetta sé. En það svo sem skiptir ekki öllu, þær eru góð það er ekkert svona hak sem að getur stundum verið og þetta er svo kallað minnislaus snúra, þannig að hún fer alltaf bara í sitt rétta form, hún verður ekki snúin þá hún sé geymd lengi í pókanum sínum með þess aftar eins og sumarnálar geta gert. Nú, svo datt ég í vettlingaklúbbin hjá Elli, hjá Skeindýr Knits, sem ég talaði í síðustu viku að hún Guðlaug á Ísafirði hefði freistað mín með að fara að gera og mér hefur aldrei þótt neitt sérstaklega gaman að prjóna vettlinga því að mér finnst óþægilegt að gera bara einn í einu af því að ég vil alltaf hafa nákvæmlega eins. En það góða við þessar uppskriftir er að það er hver einasta umferð er skrifuð þannig að vettlingarnir eiga að enda eins. Og ég er búin með nánast búin með þennan. Ég áttur að setja þaumalinn í og þetta er Gústa, mosamjúkull frá Gústa.is, bara hvítur og ljósgrár og það sem að mér finnst æðislegt við þessa vettlinga, ég á reyndar náttúrulega eftir að þvo það og það breytist það kannski, er að þeir eru svona frekar þéttir að hérna, mér finnst það gott og bara lengdin passar mjög vel. Þetta kannski ekkit of mikill svona munur á milli lita til þess að stjarnan á að njóta sín en samt alveg sést alveg vel. Og þetta er bara ótrúlega vel skrifuð og gott að fara eftir þessari uppskrift hjá henni og ég er búin að fá 2 aðrar í viðbót, það er gefin út 1 í hverju mánuði í 4 skipti og ég kom með 2 aðrar og ætla að klára þessa fyrst áður en ég fyrir í næstu. Nú, svo að því ég kláraði þessa peysu þá gat ég fara að hella mér í aðra. Ég er að hekla lópapeysu og svo er ég að prjóna aðra úr léttlópa afgöngum og síðan er ég að gera 2 úr garni frá Drops, 1 á Merino Extra Fine sem ég er ekki byrjuð á og svo þessa. Og þetta er longline peysan frá henni Hóhi Locatelli og þetta er bara svona opin jakkapeysa og ég er byrjuð á kraganum, hann er svona stór og kraginn verður svo áfram svona hluti af framstykkinu. Það er ekki með niður þannig að það er ekki eins mikið sem að það er að prjóna slétt af framstykkinu og svo er hérna að koma pínu mynd á bakið. Þetta er það sem á að vera hér og hérna eru þessir 3 prjónar
frá Xiaogu sem ekki alveg eins sleipir og líka nálarnar en þá líka gatnið ekkert að flýja nálarnar. Og ég greinlega ykkur brjálu karrígulu æði núna. Þetta Cotton Merino. Það var líka reyndar Merino útsala hjá útsölustöðum Drops. 30% afsláttur sem lauk núna helgina. Og og það sem að mér svo fallegt við Cotton Merino að það svolítið sprengt af því að bómullin tekur náttúrulega öðruvísi litin í sig heldur en Merino ullin gerir. Þannig að það svona smá hreyfing í gatninu. Og þetta sem sagt það sem ég að prjóna núna. Og að prjóna bara heima núna meðan að ég svona að móta peysuna. Síðan sem sagt fer ég að fara í fyrir nú að geta fara með mér á prjónahittinga og svoleiðis. Og þetta svona frumraunapoki sem ég gerði með glæru plasti framan á. Það þægilegt í útilegunum og svona þegar maður að grípa í þetta og sér bara strax hvað er ekkert að opna þetta meir en þarf. Og síðast en ekki síst, þá eru sokkar á prjónunum. Og þetta eru Clark sokkarnir. Nú er ég ekki búin að skrá það inn hjá mér á Ráðli. Langaði að segja ykkur, þeir koma frá, er það Clark Socks. Þetta er eftir unga konu sem er með podcast sem heitir Brooklyn Knitfolk og heitir Jacqueline Salem. Og þetta í fyrsta skipti sem ég geri svona sokka með svona stórum köðlum framan á. Og mjög gaman að gera þetta og svo svona lítil kalarönd að aftan sem að hætti svo þegar maður er komin að hælnum. Þetta er bara sérst á leggnum en þetta heldur áfram alveg niður að tá. Og mjög, maður er fljótur að læra endurtekningarnar þar ég átti að gera eina endurtekningu viðbót áður en ég byrja á hælnum. Og sjáu þið að ég er að gera það á báða í einu á sokkagarni sem ég litaði sjálf. Hafði ég tapað niður lykkju, tók ekki eftir en setti bara svona í laga það þegar ég búið með sokkana. Þetta kom ekki til með að sjást að þetta er inn í kalinum, þetta er lykkja sem átti að vera fyrir aftan hvort þið er. Og ég gerði það sem annarkvort frá brugningu og niður á tá eða frá tá og upp. Og yfirleitt geri ég hæla sem eru kallað Fizzlips Kiss Heel. Þeir eru svona líkir hælunum á búðarkeyptum bara venjulegum sokkum. Ég þarf margir gera þessa frönsku eða haldur hælana eða þessa djúpu hæla því að þeir eru með háa ristar. Ég þarf þess ekki. Þannig að ég geri bara þessar styttu umferðar hæla. Þeir henta mér vel en ég sé eins og manninu mínum hann er með háa ristar og þá þarf ég eiginlega að gera þessa gömlu góðu hæla en freistast oft bara til þess að auka lykkjurnar sérstaklega ef það er ekkert munstur í þeim sem ég er að gera þá bara eykjum 4 til 6 lykkjur yfir ristarsvæði hjá honum til þess að komast upp með að gera bara þessa hinna hælana. Það er meira basl að gera hæla á sokkana þá með báða á prjónunum og þetta eru nálar frá Xiaogu og eru með svona minnislausu snúru. Þannig að þetta er bara alltaf það er ekkert minni í þeim, það eru alltaf bara beinar þegar maður er ekki að nota þær. Og þetta er svona uppáhalds sokkanálarnir mínar ásamt að hæja sjarp sem ég þessar betri að því leitinu að þetta minnisleysi í snúrinu er svo þægilegt. Það er í hæja sjarp, það er ljósblár svona
snúra í því sem að maður þarf stundum að taka bara vel heita undna tusku og strjúka yfir línuna til þess að ná úr þeim svona kinks eða svona beiglum og snúningum úr því. En það þarf ekkert að pæla í því með þessum. Og þetta er bara Red Lace Circular, 80 cm langar og 2,25 mm. Ég prjóna nánast undantekningarlaust á 2,25 sokkana. Það er bara ef að gatnið er grófara þá fer ég upp í 2,5. Þetta er það sem ég hef verið aðalega að vinna í vikunni. Svo náttúrulega gríp ég alltaf stundum í teppið sem að ég sýndi ykkur í fyrsta þættinum, þessu prjónaða, og líka ég reyndar að ekkert gríp í heklaða teppið. Það fer að detta inn núna þegar að fyrir að kólna svona. Það var voða gott að hafa teppi ofan á sér og vinna í því leið. En ég ætla að sýna ykkur nokkur nokkur af sjölunum mínum. Ég byrjaði þess að það er að vera komin 2 ár síðan að ég fór inn í þessa sjala geðveiki og þess að árið 2016 þá gerði ég 20 sjöl og það sem af er árið 2017 er það 21. Mörg er ég búin að gefa og selja. Eitt veit ég ekki hvar er. Fyrst óþægilt að veit ekki hvar það er, þannig að ég fer að leita því bráðum. En fyrsta Exploration Station sjali sem ég gerði ég úr einföldu lace frá Drops og mér minnir að það hafi endað í 63 grömmum og það var það fínt að það var hægt, ég gat dregið sjalið í gegnum giftingarhingin hjá mér, svona endilangt. Já, það var 68 grömm sem að fór í það. Og mamma mín minni mig eignaðist það. Og svo prjónaði ég mig sjálf seinna, ég með það einmitt á þessu ári, minni mig, gerði ég fyrir mig úr meira nú garni. En ég ætla að byrja á að sýna ykkur að því ég sýndi ykkur sjali í síðustu viku eftir Andreu Mári úr Leyniprjóninu, alræmda. Þá kom hún af stað svona feit æði. Og það er sem sagt að láta garni blandast saman hvert inn í annað. Og þetta er sem sagt, ég byrjaði á þessum enda. Þetta er alveg, gigantískt, hún er greinilega mikið fyrir stór sjöl. Og þetta er svona bara eiginlega hálfgerður trefill þegar þetta er komið hálsinn á manni. Og ég er með bæði gat sem ég hef litað og síðan er ég með, já, þessi fyrstu 3 eru þetta gula og fer yfir í bleikt og svo svona ljóst. Það er gat sem ég litaði og líka þetta bleika og þennan bláa og síðan kemur hér gat sem ég fekk að gjöf í fyrra á afmælinu mínu. Þá fór ég svona afmælis swap og fekk þetta bláa sprengta og svo þennan sem er svona aðeins hreinni líka. Og þetta var bara mjög skemmtilegt að gera þetta og nú er aldeilis að koma tími til þess að vera með svona hlýtt sig. Það er nú kosturinn við að vera prjónar á Íslandi og það er nú nánast alltaf tilefni til þess að vera með hannirurnar sínar hálsinn. Nú svo er eitt annað sem að er eftir einn af mínum uppáhalds prjóna hönnuðum. Það er hún The Knitting Expat. Ég er að skrolla niður á tölvunni svo ég sjá hvað ég ætla að fræða ykkur eða þannig. Hann er mínu hjá Knitting Expat og ég prjónaði þetta fyrir hana. Og þetta er líka eitt af mínum uppáhaldssjölum. Og þetta er gert þannig að kanturinn er prjónaður fyrst þetta gráa sem er Austmann steppkant og síðan er tekið upp þegar þú ert búið með kantinn. Þá
Það eru teknar upp lykkjur hér og á endanum endar bara með 3 lykkjur, þannig að í rauninni ertu ekkert að fella af í lokin. Og þetta var mjög, ég held ég að gert á 3 dögum, en lá á sérstaklega að fá niðurstöður úr blóndunni og ég man ekki, það var eitt af þessu skiptum sem ég hafði ekki miklu heilsu í að vera að þvælast úti, þannig að þetta var bara tekið með trompi. Og þetta sést allt, þetta er bara ljósgrár, Austurmannsstepp og svo svona blágrár, dökk blágrár, annan liturinn hér og svo svona litskiptur á móti því. Þess að fá pínu lífi í þetta. Svo legg ég rosalega mikið upp úr því að strekkja sjölinn mín, minnst það gerist bara allt þegar maður strekkir sjölinn sín. Ég á ekki eitt einasta sjal sem að ég hef ekki þvegið eða lagt í bleyti og lagt til strekkið er náttúrulega mismikið og bara eftir hvað þarf til þess að uppskriftin og ministrinn fá að njóta sín. Og þetta leit ekki svona vel út ári ég strekkti það. Og mér langar við tækifæri að sýna ykkur hvernig ég strekki þetta því að það er fullt af góðum leiðbeiningum á YouTube hvernig á að strekkja sjöl svo vel fari. Það sem mér fer mest í taugarnar á mér þegar ég sé að vera að strekkja sjöl, að miðjan er tosuð svona upp og svo kemur einhver, er þetta sýnda, svo kemur sérst, er það strekkt svona þegar það á bara að strekkja það beint hérna því að þú hefur ekkert við þessa tungu sem þú býr til í strekkingunni og þú hefur ekkert við hann að gera. Frekar að reyna bara að tosa, strekkja þetta beint út. Eða ef að sjalið er það sem kallar crescent shape, svona, að neyða það í það lag og það er í flestum tilfellum mjög einfalt af því þetta er jú ull og hún er svo ótrúlega teygjanleg. Við ráðum, ekki ullin, hvernig hún á að liggja. Og síðan er hérna Exploration Station, sjalið mitt, sem ég gerði mig núna í vor. Og þetta er Baby Merino sem ég notaði það. Og og munurinn á að prjóna þetta sjal, eftir að vera búin að prjóna 30, þannig í millitíðinni á milli fyrsta Exploration og svo þessa var ótrúlegur. Skilningurinn yfir uppskriftunum eykst bara í hvers skipti sem að maður fitjar upp á nýju sjali. Þannig að ég, meðan að hitt var meiri hausverkur, þetta var náttúrulega fyrsta sjali sem ég prjónaði þá, á ensku. Ég hafði gert mörg Haruni sjöl sem voru mjög vinsæl og mjög fallega uppskrift og en það var komin það var til íslensk þýðing af því. Ég þó endaði á að gera það allt á ensku en það voru allt bara skammstafanir og allt bara fram og tilbaka og svona, en hérna er mikið að styttum umferðum, tvöfalt klukkuprjón og svona annað skemmtilegt hérna neðan í. Þannig að það tungumál var svo nýtt fyrir mér fyrir tæpum 2 árum, en skammstafarnar er yfirleitt hægt að klóra sig fram úr bara með þýðingum. Það er náttúrulega fullt af svona þýðingablöðum inn á Tinnu og fleiri svona síðum sem að eru heildsölur fyrir garn og jável bara verslunum. En svo er ég með nokkur önnur hérna í viðbót, svona sýn ykkur að ganni, allt í flækju hérna. Þetta er svolítið skemmtilegt sjal. Þetta er sérst bara afgangar úr öllu mögulegu og þetta er frí uppskrift. Ég ætla að finna hvað hún heitir. Hvað var það með selsku?
Er ég ekki? Já, ég, skal reyna mun eftir að finna og setja inn og láta ykkur vita í næsta þetta ef þið hafið áhuga. En þetta bara sérst maður byrja bara á öðrum endanum og sérst prjónar og þú ert alltaf að auka út í bæði fram og tilbaka umferðin og tekur prjónar svo 2 saman í annarri hverju umferð þannig að það stækki ekki of hratt. Og síðan þegar maður búið með eitt litinn þá fer maður bara í næsta og þar fram eftir götunum og þetta er bara götn úr sjölum og sokkum sem voru svona litlir hnyklar eftir af. Gaman að leyfa þessu að njóta sín, það fær ekki allt í afgangateppin. Þannig að þetta var skemmtilegt að gera. Og ég er með annað svona í gangi líka sem er bara prjóna þegar ég nenni ekki að vera að hugsa eitthvað. Nú, svo er þetta Longball sjálið eftir hana Kate Jones í Bakery Bears. Og þetta sérst úr Pride and Prejudice. Sérst hún fekk innblásturinn þaðan. Og ég litaði garnið sjálf og þetta ljósbleika. Ég ákvað að prófa að fara að nota eitthvað annað en sýrulitina eða matalitina og tíndi blöð á bóndarósunum minni. Sauð vatn og var með helling af blöðunum, þessum rósrauðu í skál og hellti sérst sjóðheitu vatni yfir og lét liggja í sólarhring. Hún kreisti svo laufin frá og það var alveg ótrúlega fallega rauður litur eftir. Nú svo setti ég bara gafni í pott með rauða vatninu líka. Og þetta er afraksturinn. Það byrjaði í þessum dúr og þetta litaði ég bara með sýru litunum. En svo lá gatni í pottinum og ég lefði bara alveg að kólna þar og svo þegar ég fór að vinda úr því og skolaða þá fór alltaf meira og meira rautt úr og eftir satt þessi ljós bleiki litur sem voða fallegur og passar ofsalega vel við sjalið sjálft og líka náttúrulega þennan bleika hérna. Og þetta maður prjónaði fyrst þennan hluta og síðan prjónaði maður þetta á eftir. Og það þessi hluti bara sléttur og svo svona fiðrilda munstur hérna framan, rosalega fallegt og létt. Nú svo inn á Ravelli sér maður náttúrulega alveg ótrúlegustu uppskriftir og meðal annars svokölluð pæsjöl, þessi sem eru prjónuð í hring. Þessi eru bara eins og stór dúkur. Og mér þótti þetta ekkert rosa spennandi en svo var ein af podcastunum sem ég hef fylgst með frá því ég datt inn í þann heim, hún Kristinn hjá Yarngasm podcast og er líka litarinn á bak við Wool and Wine. Mjög vinsæll litari og ég reyni ítrekað að fá gagn hjá henni þegar hún setur uppfærir sölusíðuna sína en það er ekki auðvelt en kannski einn daginn. En hún gaf út í sumar uppskrift af svona pæsjali og ég ákvað bara að slá til og prófa. Og þetta er afraksturinn. Það er hægt að vera með það svona, náttúrulega hægt að brjóta það saman alveg í tvennt bara, þannig að þetta sé bara eins og venjulegt. Greinilega búið að hanga svolítið. Það sé bara venjulegt svona hálf eða svona crescent shape, svona bogið. Og nú eða svona eins og ég sýndi ykkur að fyrst, það sem að þú fær þá 2 blúndur. Og maður byrjar í miðjunni og síðan er alltaf aukið meira og meira út og þetta til skiptis
tvöfalt klukkuprjón og blúnda alveg niður í endan og svo þetta svo kallað I-cord bind-off sem að Stephen West notar held ég nánast bara undan tekningalaust og ég skil það mjög vel, þetta rosalega fallegt og rúnar kantinn af. Þetta tímafrekt en eins og ég segja alveg þess virði, þetta fallegu frágangur. Og í þessu sjali ég með fékk ég Hedgehog Fibers hjá þeim í Hafnarfirði og það þessi grái litur sem frá þeim og guli og bleikur liturinn það eftir mig, litaði það bara sjálf með. Já og þetta bara mjög skemmtilegt svona sumarlegt sjal og hægt að setja bara á sig eftir tilefninu hvernig maður vill hafa það og þegar ég fór að fella af þá voru 1500 og eitthvað lykkjur á prjónunum þannig að þetta voru nokkra bíómyndir sem fór ég að fella af og smá kaffisopa, þetta bara svaka snemmt sko. Og síðan gerði ég eftir að Stephen West þegar við vorum að þýða eftir hann prjónahópurinn þá náttúrulega þarf að pröfuprjóna sjölinn til þess að koma auga á villur og þess áttar og ég tók að mér að prjóna þetta sjal sem að var virkilega skemmtilegt en þetta eitt af þessum Stephen West sjölum sem ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að gera við, hvernig ég á að hafa það þannig að það bara fær að njóta sín upp á vegg og þetta Color Cravings eftir Stephen West. Þetta minnir mig alltaf á flugdreka, þetta sjal og reyna að ná því og þetta ég keypti í litlu prjónabúðinni í þetta gelisk tind úl og þetta svona pínu stingari eins og einbandið en það lán jólán með mínu MSI þá gæti ég verið klædd í gaddavírr og fyndi ekki fyrir þannig að það ekki vandamál á mínu heimili að vera í ullinni þá hún stingi og mér minnir að maður hafi byrjað á þessum enda smástund að fatta hvernig ætti að gera þessi stóru göt en svo skotgekk það þegar það var komið. Minnir að ég hafa gert þetta einhverja sennilega páskaleiti því það voru margir heima og verið að horfa mikið á myndir og svo leis og þetta sem var mjög gott af því þetta endurtekningarnar lærðist fljótt í þessu og það var gott að hafa bara eitthvað geta verið í sambandi við umheiminn og tala við aðra. Og þetta reyndar Pico bind-off hjá honum sem að hann notar líka aðeins og það þessi litlu nabbar. Ég held ég hafa hort á 2 langar bíómyndir við að fella þetta af og ég held ég hafa verið eitthvað að sötra hvítvína þegar ég fór að vera pínu kærlaus í restina. Það var ekki mikið hvítvín en samt nóg til þess að ég var kærlaus. Þannig að það var svona mikið á milli oddana í þessu. En þetta eitt af þessum sjölum sem að ég hef einu sinni notað það. Var svona vandræðum með hvernig ég ætti að setja það á mig. Þetta æðislegt á einhverjum sem hávaxnari en ég og getur leyft endunum að njóta sín betur. Þannig að þetta bara eitt af fallegu málverkunum mínum sem að hanga upp á vegg eins og það Nú svo kom í Gallerí Snodru í vor, fyrir sumarið kom svona litskipt bómullagat
og sem er sem sagt 60% bómull og 40% akríl, Whirl heitir það. Og ég var svona vandræðast með hvaða uppskrift ég ætti að nota og fór inn á Ravelry og sló bara nafni á gagninu og þá sýnir það mann ef að fólk hefur sett inn hvaða gagntegunda var að nota. Þá getur þú fundið fullt af uppskriftum út frá því og þetta var greinilega vinsælasta sjali sem var gert úr þessu Shappies Whirl garni. Og þetta er já, eins og ég segi, litaskipt garn og uppskriftin heitir Lost in Time eftir Johanna Lindahl og ég heklaði þetta og þetta var alveg æðislegt að gera þetta. Virka rosa flókið en er það alls ekki og ég er ekkert mikill heklar en mér tókst að koma þessu sómasamlega frá mér. Og hann byrjar svona rauður liturinn og dofnar svo niður í alveg fölbleikan og svo setti ég svona dúlleri í því að það er nú bara þannig með bómullina að strekkingin er helst ekki eins vel eins og í ullinni. Þannig að það er gott að hafa pínu þyngingu til þess að hjálpa þessu við að haldast opnu. Og já, síðan eru náttúrulega fullt af öðrum sjölum sem ég hef ekki talað neitt sérstaklega og þarf að finna eitt sjal. Svo ég sýndi ykkur eitt sjal eftir mínu Philip the Knitting Expert sem var leyniprjón og ég var að gera 2 í einu. Annað var úr Cotton Merino, þetta sem ég sýndi ykkur, og hitt úr alpakka. Og alpakka sjálf var búið undan, þannig ég gekk bara frá því, skellti inn í þvottavélina, að ég taldi á ullarprógram, en svo var ekki. Og ég uppgötaði bara þegar hún var búin að vera í smástund að ég hvað voðalega tekur þetta langan tíma, þetta prógram. Það venjulega tekur bara 10-15 mínútur og þá allt í einu rann upp fyrir mér að ég hafði ekki stilt á ullarprógram, heldur bara venjulega þvott, þannig að það minnkaði og verður bara tróð í einhverju síðar þegar mér vantar tróð. Nú, eins og ég segi, nú er ég að leysa þess af niður í Gallerí Snotru í veikindaleyfi hjá vinkonu minni þar og þar eru fristikar og þar var merino útsala. Svo ég bara nýtti mér það 30% afsláttur af merino garninu frá Drops sem er ekki dýrt fyrir og ég keypti af því að ég á von á barnabarni hann í mars og langar að gera prinsateppið fyrir það barni eins og systur bassins og þá keypti bara hvítt baby merino frá Drops sem ég ætla að nota í það. Keypti það svona gefnar upp 8-9 dokkur en ég keypti 12 bara að þetta er hvítt og ég get þá alltaf nota það með öðru eða lítið eða hvað ef það verður afgangur. Og svo verður náttúrulega kríli að fá, þetta var reyndar ekkert útsölu, ég fekk mér það samt. Kríli verður að fá svona hjálmhúfu og þá er þetta baby alpakka silk frá Drops, algjört æði. Ósælega falleg prjóna áferð. Og bara mjúkt og dásanlegt. Og svo keypti ég líka Big Merino frá Drops sem að Gallerí Snotru nýbyrja að vera með. Þetta er svona fjóluljós eða svona lavender litur, pínu sprengdur með grái. Og ég ætla að gera svona uglupoka úr því. Ég hef venjulega notað Merino 105 frá Austimann og nota þá 2-falt bandið en þetta er það gróft að það er nóg, þarf ekki að hafa 2-falt. Þannig ég ætla að prófa það og svo langar mér svo að prófa að gera einhverja fallega húfu úr einrúm og já, ég veit að þetta stingur en það sem ég hafði hugsað mér að gera því að ef að mér klæjar eitthvað staðar undan vill það var á enninu. Þannig að í
kantinn á húfunni, þá ætla ég bara að hafa tvöfalt stroffið og hafa mýkra gatn fyrir innan og svo bara brýti það undir og sauma niður eða prjóna saman áður en ég held áfram upp í munstrið. Þá er mér mjúkt hérna og einrúmi niðri þá bara utan á. Og þetta er 60% íslensk ull og 40% Thai-silk. Þannig að þetta er mjög spennandi og það er peysa niðri í búð sem er prjónuð úr einrúmi og alveg rosalega fallega áferðin í því. Nú svo finnst mér voða gott að grípa af og til í heklunálina og raka augun í þetta á laugardaginn. Hekla tuskur eftir Kamilu Schmitz Rasmussen og Sophie Grangard. Og mér finnst rosalega gott sjálfur að nota svona bómullar tuskur og svo er þetta líka bara flottar gjafir með einhverju fallegri sápu með handgerðri sápu eða eitthvað slíkt. Og auðvitað var maður að fá sér gatn í stíl. Í stíl við bókinni. Þannig ég fekk mér hérna þessi Drops Love You 7 heitir þetta og þetta er bara svona ódýrt og gott bómullagatn. Fekk mér þessa 4 fallegu litur, svona kreman, sólgulan og svona muskbleikan og svona, já, ljóslavandir þessi. Þannig þetta mun sjálfsagt þegar ég er komin, eins og þetta tuskan verður örugglega út í bíl til þess að hekla og þegar við erum að þvælast. Gott að hafa tilbreytingu frá sokkunum. Nú, já, þetta er svona allt sem ég ætla að sýna ykkur í þessari viku og þetta er alveg að slá í klukktíman þrátt fyrir að ég hafa ætlað en þetta verður allavega undir klukktímanum sem var nú markmið. Og í næsta þætti þá verður bara þetta hefðbundna að sýna ykkur ef ég næði að klára eitthvað og hvað ég er að halda áfram að gera og ef ég eignast eitthvað nýtt og svo er gaman að sýna ykkur kannski tól sem að mér finnst vera ómissandi en er ekki nauðsynleg. Og það er til dæmis eins og vigtin, hún hefur bara breytt ótrúlega miklu hjá mér og ég er ekki eins hrædd við að nota afgangana því að ég veit að því ég er búin að vera duglega að vigta núna síðustu 2 árin hvað fer í verkefnin að þá veit ég alveg hvað ég er örugg með. Ásakið. Nú og svo datt mér í hug að sýna að leggja áherslur á peysur sem að ég hef gert í næsta þætti. Þeir eru náttúrulega búin að sjá eina og svo var ég annar í síðustu viku og það var svolítið gaman að taka svona ákveðna hluti fyrir að því að sumi, eins og ég segi, sumi bara hreinlega gleymir maður að maður hafi gert og að því maður er ekkit sumt bara hreinlega annarkvort passar illa eða maður fílar ekki en hérna á það samt enn og gaman bara að sýna það og hérna já, þannig að ég var að hugsa peysurnar í næsta þætti og svo sokkana í þar næsta og svo húfur og vettlinga og þar fram eftir göttunum bara svona til þess að sýna ykkur aðeins inn í prjónalífið mitt. Nú og svo í gærkvöldi þá ég held ég hafi sagt ykkur að í fyrsta þættinum að þá maður minn ætlaði að var að smíða rokk fyrir mig og smíðunum lauk í gærkvöldi og það var tekið pínu reynsli á rokkinn og hann virkar, það þarf svona aðeins að betrumbæta og snurfusa áður en hann fer í sýningu og hérna og þegar að við erum orðin ánægð með græjuna að þá stendur til að flikka upp á timbrið bara hrátt eins og er núna og gjörðin er bara reyndar hrein en bara kemur af gömlu hjóli og ég ætla þá að spreyja hana og flikka upp á hana og sjá svo hvað ég gerir með járnið. Og hérna og þá þegar
ég er komin upp á lag með það, þá sýni ég ykkur græjuna og segi ykkur meira frá því. Og við erum algjörlega komin langt frá upprunalegu hugmyndinni og erum búin að átta okkur á hvernig það þarf að virka og erum að aðlaga þetta bara svolítið að mínum þörfum þá. Þannig að það verður gaman að sýna ykkur það ef að vel tekst til. Nú, það er svo sem ekkert annað sérstakt á dagskrá. Í dag ætla ég að reyna að fara og hitta prjónasysturnar mínar í vinkonum Indriða. Ég get kannski sagt ykkur aðeins frá vinkonum Indriða að það var þannig að ég held að það hafi verið síðasta sumar að þá ákveður kjarni þessa hóp sem hefur hist á í bókasamlunum á mánudögum að hittast annars staðar og svona já, við erum bara fastur hópur og okkur vantaði annað nafn yfir hópinn eða bara yfir þennan prjónaklúbb og í hópnum er kona með okkur sem er ekki á Facebook en maðurinn hennar er á Facebook og heitir Indriði og hún notar Facebooki bara í gegnum hann og við erum með lokaða síðu fyrir okkur og þar kemur hún inn undir dulnefninu Indriði. Þannig að þá bara ákveðið að kalla hópinn vinkonur Indriða og við bíðum reyndar spenntar eftir að Indriði komi í prjónakaffi til okkar eitthvað föstudaginn. Hver veit. Þannig er nú tilurinn á þessu nafni og okkur fannst þetta bara mjög skemmtilegt að hafa það þannig. En ég vona svo bara að þið hafi gaman af þessu brölti mínu og ef þið hafi áhuga á að fá tilkynningu hvenær ég seti nýja þætti þá er hægt að fara bara niður fyrir ramman af vídeónu og smetla og gerast áskrifandi og þá fáið þið sjáu þetta inn á YouTube brásin ykkar ef ég seti inn eitthvað nýtt og svo er hægt að haka við bjöllu og þá fáið þið tölvupóst bara frá YouTube ef ég seti inn nýtt vídeo og þá vitið bara því en ég hugsa svona núna fyrstum sinn verði þetta jafnvel svona vikulegt á meðan ég er að koma mér almennilega í gírinn með þetta. Maður sér það þegar fólk er að gera þetta á 2-3 vikna fresti að verður ryðgáðara þannig að það er ágætt að koma sér í smá gír með þetta og líka með ég er svona að fara yfir þetta sem ég er að gera og sjálfsagt svo þegar það verður búið að þá verða þættirnir jafnvel en styttri og þá hugsanlega fer maður að fara bara niður á 2 vikna fresti. En ég ætla bara að láta þessu lokið í bili og við sjáumst svo bara vonandi fljótlega aftur. Bye bye. Þetta er svo sjölinn sem eiga ennþá heima hjá mér. Vantar reyndar 1 og það segir nú eitthvað til magnið maður man ekki hvar það er. En þetta er sjálfur sem ég sýndi ykkur í síðustu viku og er eftir Andreu Mári. Og hérna erum við með eftir Mínu Philip, The Knitting Expat sem var leyniprjón. Og Helen Stewart. Hérna efst uppi er það Prowl eftir Stephen West. Man ekki alveg eftir hvernig þetta gula er. Og þetta neðsta er eftir Periscoping Sisters. Amy, Meeks og Deborah. Og hérna er það sem ég kalla veiðivatnasjali. Þetta fer með mér í veiðivatn og heldur á mér hita á nóttunni. Þetta er eftir Stephen West líka. Þetta er Joji Locatelli, Party on My Needles og Lisa Mudge eða eitthvað svoleiðis. Þetta glaðlega Hedgehog Fiber sjal. Og svo er það Dúdlirinn eftir Stephen West og þetta er allt úr Austumann Stepp. Og síðan er það Waiting for Rain og þetta er Merino 100% Merino sem hún gatni og ég leitaði það sjálf. Og hér svo heklað
mjög gamalt, mörg ár sem ég gerði þetta úr einbandi. Og þetta er Stephen West úr einbandi líka. Og svo dísulatti og síðan er restin sem ég sýni ykkur, eða er búin að sýna ykkur.